telur sig geta fengið sín 10% á ári í launahækkanir og fengið evruna og fengið þá lægri húsnæðisvexti? Þú veist, auðvitað það ekki þannig og þú veist, maður vonar það því að það búið að efna til þessar umræðu, þú veist, með því að búa til þess að þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að Ísland eigi að fara í viðræður að ganga inn í ESB og ég vona allan að persónulega að fólk þegar kýs núna í lok ágúst að það nálgist það ekki með þessum hætti heldur að þetta sé spurning það hvort að viðkomandi vilji að Ísland gangi í ESB ekki vegna þess að það að mínu viti hinn raunverulega spurning og ég vona þá í kringum þá umræði sem núna byrjuð og mun þá kannski halda áfram ef við segjum já í þessum, eins og þú segir Þóra sko, að þetta munur kannski renna meiri upp í fólki að þetta aðeins flóknar úrlausnefni heldur en að það sé hægt að halda áfram hinn í íslensku hagstjórn og halda áfram okkar íslensku leikreglum á vinnumarkaði en á sama tíma að vera þáttakandi í fastgengis fyrirkomulagi innan myntbandalags það sem mistökin af því að það sem afleiðingan af því að gera mistök í hagstjórn og vinnumarkaði kunna að vera miklu dýrari heldur en innan íslenska kerfisins.